Heyrðu, gaman að fá þig heimsókn. Takk fyrir það. Bara takk fyrir að bjóða mér. Það er svolítið síðan að við hittust það ekki. Já, það er allavega áratugir sem við byrjuðum að vinna saman á Stöð 2. Já, og áttum mér þess að 2 reynsli, sko, því að mannstættir, sko, þegar við gerðum tilraunina með fréttatíman og Skjá 1. Já, alveg rétt. Ég, Inga Lind og þú. Já, alveg rétt. Þessu erum að gleyma þessu. Alveg rétt, já, það var skemmtilegt. Það er já, þannig að við erum það er langt síðan við sáumst, en jú, við náttúrulega eru þessar breytingar á Stöð 2 og svona hringlandaháttur sem var þarna á tímabili og sem endaði með því að við fórum hver sína leiðina einhvern veginn. Já, það var mikið að reyndu fólki sagt upp með skömmu millibili. Sigmundur Ernir og Elín konan hans og ég og Jói Kompás. Þetta var alveg svakalega erfiður tími maður. Ég gleymi þessu bara aldrei, sko, hvernig ástandi var, sko. Það var skrítið, það var svona eins og ég upplifði það eins og það væri svona hálfgerð óttastjórnun, þannig að það hver mánaðamót var fólk á nálum yfir í hver þið ekki næst og þetta var mjög furðulegt, sko. Já, og mér minnistætt, sko, þennan morgun þegar að Sim og Ellu er sagt upp, sko, að þau eru kölluð inn til Sikkvars yfirmannsins í annari byggingu, sko, þá voru við í Skaftalíð 24 eða 12 eða eitthvað, ég man það nú ekki, og þau eru kölluð þar á fund 9 og þar er þeim sagt það sem á að gera, segja þeim upp og svo ætla þau að rölda yfir í hérna bygginguna upp á fréttastofu og segja fólkinu frá því að nú sé game over. Það búið að taka sambandi kortið þeirra og þau komast hvergi inn og hvergi út og það var að hjálpa þeim að opna hurðar og en ég finna hjón? Já, sem eru búin að halda þessu uppi. Nei, þetta er voðalega ljót framkoma og hún er líka fullkomlega óþörf vegna þess að bæði Elín og sem ég þekki mjög vel og við þekkjum báðir mjög vel. Einn af okkar betri pródúserum 100%. Alveg 100%. Og fagmannskja fram í fingugóma og hafði aldrei sýnt af sér neitt annað. Og svo Sigmundur Ernir sem að þaulreyndur og kraftmikill fréttamaður aldrei sýnt af sér neina hegðun sem að gæti verið eitthvað til að óttast en þá er þessi framkoma þetta er svona eins og sé verið að reyna niðurlægja. Já, ég upplifði þetta eins og það væru hrókeringar þarna og það var verið að reyns út svona mikið að lykilfólki og þá er það einhvern veginn að segja upp Sigmundi en þá er það eiginlega bara líka að henda henn út af því það gengi ekki að hafa hann að inn á gólfun eftir að hann væri farinn, sko. Já, það var eitthvað svona. Ég upplifði þetta þannig. Já, ég er sammálaður, ég er á sama stað og en við sem þekkjum þetta fólk að þetta er öðlingsfólk. Já, frábært fólk. Öðlingsfólk. Frábært að vinna með þeim. Já, og ég er áðferð með oft þó að ég sé meira kannski svona í veðrinu og svoleiðistóti en þó ég tæki nú svona 1 og 1 innslag en á Hringbraut þar sé ég nú að vinna fyrir núna fyrir Sigmundið mitt og þá leita ég oft til hans með ráð þannig að þetta er brunnur af þekkingu og algjört eðalmenni þannig að en þetta er víst eitthvað sem er að verða svolítið, var orðin svolítið lenska þarna á stöðinni, það var ekkert verið að fara rosalega vel með fólk. Nei, þetta var vonandi er þetta betra núna, sko. Já, vonandi, við skulum rétt vona það og ég svo sem alveg vona því kom mér undir óvart að Þóri Guðmundsson var látin fara að því ég mér skilst ég veit reyndar ekki hvernig það bara eða neitt slíkt en hann er maður sem er líka hókin reynslu og þekkingu og þannig að jú, vonandi er þetta betra. En man alltaf eftir einmitt Ellu, sko, því að þegar ég var að byrja í beinu útsendingunum þá var man alltaf með einhvern henni í eyrunum og hún var besti pródusent sem ég hef haft í því að stundum var fólk að tala í eyrunum um eitthvað allt annað þegar maður var að fara í beina útsendingu og það truflaði mann og líka stundum stressaðist pródusentin ef að það var eitthvað frétt sem var ekki komin eða eitthvað, Ella var alltaf ef hún sá að maður var eitthvað að fara að panika bara,
Versta sem gerist bara, þú veist, það kemur stilli mynd það enginn deyja. Nei, akkurat og já, það er alveg rétt og þetta að vera með í eyranu eins og maður kallar það, þetta sem er sett hér í eyranu og við heyrum hvað þau eru að tala það er náttúrulega ekkit rosa gott þegar fólk mikið að skvaldra og maður á að vera að tala eitthvað alltaf nákvæmlega en einhvern veginn gæti maður vanist þessu smám saman sko, en þetta var misjátt sko, Ella var náttúrulega algjör ísjaki í þessu toppurinn alveg og en ég sko ég get ekki sagt að þetta hafi kannski trufla mann en það var svolítið skrítið, ég man einu sinni ég var að fara í útsending og segja veðrið og það var eitthvað leiðindi að spá og svo birtist að þetta var náttúrulega þessi skjár, þessi græni á baku mig sko, maður var náttúrulega ekki með neitt fyrir aftan sig sko, þetta er náttúrulega bara teppi og nema það við erum með svona skjái sem maður getur séð út undan sér svona, hvað er í gangi og allt í einu staðan fyrir að veðurkortið kom inn þá gefur mynd af byssu sem er miðað á hausinn á mig og þau bara náttúrulega hlæja þetta inn í gátu bara ekki annað í eyranu og ég náttúrulega síðan fyrir að hlæja líka en reyndar sagði í millitíðinni spáin er nú ekki alveg svona slæm eitthvað á þá leið en þetta er margt skrítið í þessu Varst þú varst ennþá þú varst í veðurfréttunum þegar NFS Já. Ég man þá var svo mikið verið að keyra á einmitt grínskrininu, svo kallar. Já, akkurat, allt. Og ef að, sko, það var svolítið fyrir tíma samfélagsmiðla, en það var líka eiginlega fyrir tíma svona þess að YouTube væri orðið almennilega, en það gerðist ótann í beinum útsendingum, sem er svo mikið gull, sko, þegar manna einhvern tíðan mætti einhverju grænni peysu, sko, það var bara haus í viðtali og einhvern tíma var, einhvern tíðan fór settið bara snúast og þetta var því það þurfti að gera svo mikið af fréttatímum. Þetta er svo mikið gerfi eða þú veist, þetta er svo mikið tækni að það fór, það kom alls konar svona og ég vona þessi gullkott séu nú öll sömul til, sko. Já, það væri gaman ef ég veit ekki hvort það væri gaman fyrir alla. Það er mjög leiðilegt eins og kollegið þinn hvað heitir hún, Elín sem var það sem að gekk bara YouTube-vídeó sem hún mætti stressuð í að því hún hefur væntanlega klikkað á þeirri grunnreglu sem að Gissur kendi mér að það er alveg sama hvort segn ekki koma hlaupandi inn í útsendingu því þá fer saman og þú ert andstuttur og svo verður stressaður og þá verður ennþá andstuttari alveg hárrétt og það sem gerðist þarna, það hefur aldrei komið held ég fram almennilega hvað það var sem gerðist það er þannig að þegar að við erum að búa til spárnar og í tölvunni frammi og voru svona tiltölulega langt þar á stúdíóinu og þegar að maður er búin að gera pakkan eins og maður vill að hann fara út þá þarf maður að ýta á einn takka til þess að senda myndina inn í stúdíó og það sem hún lendir í hún gleymir eitt á takkan og svo er hún bara tilbúin að segja veðurfréttir þá bara áttar hún sig á því að það er ekki kveikt ég er ekki búin að ýta á takkan sko og þá hleypur hún fram til að ýta á takkan til að koma þessu í gang og hleypur svo tilbaka og þá náttúrulega vitum við alveg hvað út úr því kemur sko. Þannig en fagmanneskja góð og alla, bara á allan hátt sko. en þetta þetta alveg svoleiðis vallum allt á samfélagsmiðlum sko. eins og hún væri svona rosalega stressuð Já, því fólk sem hefur ekki verið í þessari stöðu fattar ekki, þetta kom einu sinni fyrir mig þegar ég var að lesa útvarpsfréttir tíma á Bylgjunni þá hljópi ég inn í stúdíóið nema útvarpið svolítið þægilega því þú ert ekki mynd sko. en þá fattar þú bara sko, þegar að saman kemur hausinn í þér ég er í beinni útsendingu og þú ert líka andstuttu að þá gerist bara eitthvað þú veist þannig að það endaði bara með að ég þurfti bara ég þurfti bara að draga sleða niður og þá bara þögn í 20-30 sekúndur sko, því þú veist ég gæti ekki komið borði sko. Nei, það er nefnilega málið og þetta, Gissur Sigurðsson heitin hann sá mikli höfðingi að hann kendi manni ýmis góð ráð og einmitt þú hleypur aldrei í stúdíóið það er bara þú bara gerir það ekki sko. og maður auðvitað ég hef örglega lent í einhverju svona fyrst til að byrja með og ég hef nú séð myndir af mér úr fyrstu veðurfréttatímanum sem voru síðan 1995 sko.
sem átt okkur á því, það 27 ár síðan ég fór með fyrsta veðurfréttatíman á Stöð 2. Þú varst allan tíman á Stöð 2, já? Nei, svo fer ég sko 95, 97 fer ég á RÚV og á RÚV til 99, þá fer ég aftur á Stöð 2. Þannig að ég var aðeins á þvælingi þessum árum, jú, þannig að maður búin að vera býsna lengi í bransanum, það ekki að neita því og en það alltaf eitthvað sem kýtlar við þetta, svo fæ maður nóg af svo milli, langar bara aðeins að losna við þetta og svo þetta bara eins og með nám, ég veit ekki hvort þú kannast við þá tilfinningu sko, komur svona tímabil sem maður langar alveg óskaplega mikið að bæta við sig sko. Einmitt. Og svo komur sveiflur á milli þar sem maður langar ekki til þess og og bara verður sefjaðar þegar maður hugsa skóla og sér bara fyrir sér einhverja dóðranda og verður bara sefjaðar sko. En þetta var auðvitað hefur maður lent í ýmsu, ég man eftir því að maður var bara eins og lítil mús þegar maður var að segja fyrstu veðurfréttatímana sko. Þetta bara, já komið, sæl og blessi en koma lægð þannig en þeir trúðu einhvern veginn á mig þessir gaurar í þessu tilviki Elín Hirst, Sigmundur Ernir, Páll Magnússon og þetta svona mentorar mínir þarna sko, myndi ég segja og kendu mig góður ráð og þá var Gissur þarna líka og Haukur Hólm og síðan var náttúrulega Karl Garðarsson var þarna fréttastjóri líka og þetta voru allt saman fólk sem að einhvern veginn hnoðaði mann til, þannig að maður bara fór að líða vel í þessu bara allt í einu fórum við bara að líða vel og það annað sem að ég veit ekki hvort að kannski, tala það kannski strax en alltaf kannski að nefna það þannig Sölvi að því ég líka ég tók líka kennsluréttindi og búin að kenna líka í menntaskólum og veðurfræði meðal annars og starffræði reyndar líka en og fleiri raungreinar en það alveg ótrúlega margt sem fólk skilur ekki hvað fer fram í veðurfréttatímanum. Það skilur ekki lægðadrag, hæðarrygg, það jafnvel skúrir eða og meiri segja hefur ekki með á það að orðin svona mollukent, menn veit ekki eins og hvað þetta þýðir. Og það sem að þegar ég fór að líða svona betur, svona vel í þessu og fíla mig í þessu að þá fór ég svona breytaðis framsetningunni og hafa hana á léttari nótum svo kannski fleiri hefðu svona áhuga kannski á að horfa á þetta en aldrei gleyma því að ef það eru válind veður þá náttúrulega maður ekki að leika sér sko. Þá verður að vera alvarlegur og tala af fullri skynsemi og ábyrgð. En mér alltaf fundist þetta sem þú ert að nefna núna að vera lykilatriði í fjölmiðlum að það að þú ert að koma upplýsingu til fólks og það að þú leifir þér að tala meira mannamál það sko þýðir ekki úr sér að gefa neitt afslátt, það þýðir þvert á móti að þú ert að auka líkundur á því að fólk nái því sem þú ert að segja sko. Ég skil ekki, þetta nefnilega alveg hárrétt hjá þér en það samt þannig að í fræðigeiranum þá fer maður einhvern veginn að hugsa sko, er ég að downgreita mig sko, með því að tala svona mannamál sko. Þetta bara eins og ég ætlum ekki að fara að eyða kannski dýrmættur tíma okkar ég að tala veðrið allt saman en til dæmis eins og orðin svo skúrir það fullt af fólki sem að veit ekki munun á skúrum og rigningum með köflum vegna þess að þetta alveg sikkur hluturinn, þetta eru sikkur skýjategundir mér sé Ég veit að þú segir sko ekki eða dýrmættum tíma þetta bara mjög mikilvægt skúrir, en þú leður að segja þetta ég veit ekki munum skúrum og regningum og köflum mér er þetta bara líkilættur Nákvæmlega, sko málið það eru sko skúrir eru strangtiltekið ef við förum alveg eftir ítrustu fræðunum þá það gert úr skúraklökkum sem heita cumulonimbus sem eru háreist, eru svona lóðrétt ský og þá koma svona dembur svo styttir upp og kemur jafnvel sólskin á milli
En rigning með köflum, þá ertu bara með úrkomusvæði sem að ganga yfir tiltekið landsvæði, en það verður alltaf hlýja úrkoma af og til vegna sem hún ekki nóg mikil til að halda henni gangandi. Og skil sem svo eru kölluð, sem fólk veit ekki allt hvað einu svona en skilur það þegar það er skilja á milli ekkurs, þetta er bara sami hluturinn, þetta er kalt loft og hlýtt loft, og millir eru skil, og þegar þau eru að ganga yfir, þá getur rignt stöðugt og það getur rignt með köflum. En þá var engin sól á milli. Ég nota alltaf bara orðið skúrir þegar það er ekki stöðug rigning. Nákvæmlega, og það er reyndar er eiginlega verð ofan á. Ég að verða var við það. Það er þetta að vera hangandi í einhverjum skýjategundum lóðréttum sem myndast svona oft síðdegi skúrir, það eru dæmir gerðari fyrir skúrir með þessum skilgreiningu sem ég nefndi á það. En getur þú útskýrt eitt fyrir mér sem ég er búin að vera að velta fyrir mér undanfarna daga? Í gær var ég hjólaði í vinnuaðstöðu og svo er ég hjólað tilbaka og svo í gærkvöldi labba ég aðeins út. Þá komið þetta svakalega fína veður og þá segir mér finnst það svolítið oft gerast að það er einhver brjálaði vindur og læti en svo er bara komin algjör still kvöldið. Já. Hvað er þetta eiginlega? Þetta er það að þar sem að skil liggja, þar að segja mót ólíkra loftgerða, sem sagt, hlýtt loft mætir köldu, þar myndast lægðirnar. Þess vegna myndast þær allar við Nýfundnaland og það. Síðan sigla þær yfir Atlantshafið til okkar og þessi skil sem eru teiknu stundum inn á kortin, maður gerir það ekki alltaf en stundum, og þessi skil, þar eru lætin mest þegar að skilin er að ganga yfir. Þá hvessir verulega á undan þeim, rignir alveg gríðarlega oft á undan þeim, en leið og þú ert komin hlémegin við skilin, þar að segja þau eru gengin yfir til austurs, að þá tekur við allt annað veðurlag. En er það bara í hausnum á mér að þetta sé svo dægraskipt? Mér er svo oft verið að bara stilla á kvöldin eftir eitthvað djöfulgang á daginn. Já, svo er náttúrulega þessi eðlisfræði sem við kallum stundum sólfarsvinda stundum kallaðir þannig, það er að segja að þegar það hlýnar á daginn og verður bara ágætlega hlýtt, þá náttúrulega svo kannski margir vita að hlýtt loft leitar upp og þegar að hlýja lofti fyrir að leita upp, þegar að hlýnar yfir daginn, þá þarf eitthvað að koma í staðinn. Við getum ekki bara mist allt loftið upp og verið bara í loftleysu. Þannig að hvaðan kemur það? Þá kemur vindur af hafi til þess að fylla í eyðurnar. Og þá getur orðið býsnakvast, þetta er hafgólan svokallaða, hún getur orðið býsnakvast og hún nær ansi langt, hún nær inn á flúðir til dæmis, þó að fjarlægt til sjávar sé eða hafsins sé mjög, hvað er þetta ekki 80 kilometrar eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er. Hún er kannski að koma inn 3:30 á degi til, þá kemur hafgólan þangað en ég tek bara þetta sem dæmi. En svo þegar að fer að kvölda, þá fer að kólna, þá snýst þetta færibandi við og þá fer loftið að síga aftur að því það kólnar og þá þyngist það og kemur bara niður og þá dettur hann í þetta sem þú ert til að lýsa og kvöldin er svona oft svona hægviðri og oft bara, þá er bara gaman að vera í Herjólfsdal og í Vestmannaeyjum og þjóðhátíð og kvöldin, það er aðarstöði nema þegar skilin gangi yfir, ekki þá. Ef við komum aftur inn á þetta sem við talum á það með árin á stöð 2, RÚV og svo aftur stöð 2, mér finnst þess að þú hafi svolítið svona marka nýjan tón í veðurfréttum á Íslandi með því einmitt að gera þetta aðeins svona léttar og aðgengilegra, svolítið svona meira í ætt við kannski veðurfréttir í Bandaríkjunum eða erlendis, þar sem að þetta einhvern veginn svona verður að vera smá entertainment líka, Ég skil þig. Þakkaði fyrir það. Ég vona að mér hafi tekist það. En aðal ástæðan fyrir því að ég fór að reyna að gera þetta með þessum hætti að svona tala meira og svona til fólksins að ég sé ekki bara einhver uppmálaður, einhver raungreina kall með skeifu, að þá reyndi ég að því að ég var bara búin að kenna þessi fræði og þá dettur maður, þá fær maður að skilja það minna, fólki veit ekkert hvað það segja og þá náttúrulega þarf það að breyta einhverju og þetta hafa þeir ekki ennþá fattað sem er á RÚV, Nei, ég ætla að segja, var ekki minna rými fyrir þetta inn á RÚV? Jú, og það er líka náttúrulega, ég held að það sé kannski tvennt sem að skýri það, annars vegar er RÚV náttúrulega svolítið stífur miðill
ég meina það er ekkit, ég meina það mátti ekki hlæja hérna í sjónvarpi hérna í gamla daga sko. Og RÚV svona tiltölulega svona þunglamalegur miðill finnst mér og svo hitt að það að halda alltaf frontinum svona eða nefinu í réttri hæð þannig að þú sért ekki að láta finna á þér eitthvað að þú sért eitthvað kærulaus eða sem að ég alls ekki sko, ég mjög samsöksam maður og hérna, en það þýðir ekki það að maður eigi að vera alltaf eins og sko einhver vísindamaður sem að má aldrei segja feilorð eða slíkt sko. Mér finnst nefnilega sko þarna maður í ákveðnu þjónustulutverki algjörlega, þá maður að sko, þetta snýst ekkert að ég líti út fyrir að ég sé nú svakalega flottur og ég hugsaði þetta rosa oft þegar ég var að gera fréttir við erum alltaf að segja fréttir hérna af verðbólgu og stýrivöxtum sko, ef þú myndir labba inn í Kringlu og spurja 20 manns getur útskýrt fyrir mig stýrivexti hérna á einni mínútu hann myndi 19 ekki vera nála því að geta það var gert innslag í dagsljósinu í gamla daga þar sem var farið inn á þing og það voru 10 þingmenn spurðir bara þeim á óverum, hvað er verðbólga 8 af 10 alþingismönnum gátt ekki svara því hvað verðbólga er og þá fá maður auðvitað bara við erum að gera allar þessar fréttir hvenær gerum við fréttina hvað eru stýrivextir það er eiginlega aðal fréttir sem við þurfum að gera sko. og hérna og þetta er svolítið fyndið sko að þegar stýrivaxtafréttir kom inn að hérna þá er talað og það þýðir að vextir á 7 daga bundnum innlánsvöxtum eitthvað skilurðu þetta er fólk ekkert að spá bundnir reikningar í 7 daga í Seðlabankanum svo verður þetta eins og nýju fötin keisaran sko, enginn þorir að segja ég veit ekki hvað stýrivextir nú höfum við báður inni sem fréttamenn og hérna og mér langar að segja líka hitt að það er þannig stundum eða mig grunar það þessi stundum að fréttamaður er ekki hugmynd þetta sjálf nákvæmlega og það eina sem maður hugsar er að líta nógu gáður út það er einmitt málið og það er þetta sko að halda kúlinu sko við erum það er eitthvað það er svo að því að samfélagsgerðin er einhvern veginn þannig ef þú missir kúlið þá áttu bara svolítið erfitt aftur í gang sko. Þá er þetta bara eins og vél sem er drap á sér og er bensínlaus þannig að það er svona innbyggður strúktur í því að koma alltaf mjög skýrt með þetta þó þú veitir ekki endilega hvað þú ert að tala Nei, og maður hugsa stundum með svo sko erlendar fréttir til dæmis að þegar að fréttamenn eru sendir eitthvað út sko með fullri virðingu, nú maður að segja skilur ég hérna við erum bara að diskutera svona hérna, þá man ég mitt eftir því að þegar var sko það voru, þú veist, Ingólfur Bjarni eða einhverjir mjög vandaði fréttamenn, komnir eitthvað út svo eru þeir bara í ömulegri nettengingu og hérna, það er enginn hann í kringum þá að segja þeim, þannig að þeir þurfa að fá fréttirnar heim á Íslandi í gegnum betri nettengingu í Íslandi til þess að geta staðið þarna úti og látið alla halda þeir vitur rosa mikið hvað er að gera skilur þannig að, já, mikið og maður er alls ekki að tala fjölmiðla niður, að þá er þetta stundum smá leikrit líka, sko. Já, það er það og hérna en kannski, sko kannski þetta er leikrit er kannski, ég myndi það er svolítið sterkt til orða tekið en ég veit hvað þú ert að meina að þetta er svolítið feik svo ég nota nú ljóta íslensku sko þetta er svolítið feik sem að fólk er ofta að verða vart við og ég hef tekið þátt í sjálfur að taka það að vera með svona smá feik og Svolítið kostninga sjónvarpinu síðasta haust sko þá mitt voru sko fréttamennir að labba hana prúðbúnir á milli í kostningavökum og öllum fannst þeir hafa unnið stór sigur sko þá öllum var frábær stemning og maður sá tóman sal sko og sem var, ætlaði ekkert að spurja byrja, salurinn er tómur á bakvið sko, þetta var ekkert að ganga vel hjá þér mér mjög minnist þetta kostningarsjónvarpið þegar að samfylkingin fór frekar illa náði 3 þingmönnum og þá var sýnt þá var hún Oddný Harðardóttir þingmaður já, ég man eftir þessu já, hún var formaður og mikrofónin var settur svona að henni og ég veit ekki, ég má kannski ekki opinbera þetta en ég hló svo mikið en hún sagði sem sagt að
hún þakkaði sérstaklega konin á skrifstofunni. Ég man eftir þessu. Já, það ekki? Ég man eftir þessu, þegar hún taldi upp alla þauluna. Akkurat. Og bara manneski í hálfgerðu áfalli. Hún var bara í áfalli, það var ekki dörfis og var hann að þakka konin sem var á ljósutanavélinni og þakka allir þessi fólki. Þetta átt að þakka þessi fólki og bara frábært hjá hann að gera það. En þetta var hann í sjokki og það er sama sem gerist náttúrulega hjá miðflokknum síðast þegar miðjanótt eru dótnir úr 9 þingmönnum niður í 3 og svo morgunin þá einn af þeim gengin úr skaftinu og skipti bara flokk og þú veist þetta þú veist það verður svona þungur mórall í kringum. Hvernig því þú færðir þig í stjórnmálin? Já, aðeins gerði það og gerði það, já. Hvernig var einmitt og þú upplifðir kannski að fá ekki alveg þá niðurstöðu sem þú vildir? Hvernig að, þú veist, búin að vera ég er að reyna að setja mig í þessi spór, maður kannski búin að vera í kosningabaráttu lengi, þú veist, maður fær góða meðbyr allstað það sem maður kemur og maður upplifir að landslæði sé einhvern veginn og svo sér einhverja tölur sem ekki kannski alveg eins og þú hefðir haldið. Þetta er það svolítið sárt þegar þú heldur að þú hafir sem sagt unnið gott verk en þarna getum við þarna erum við komin aftur á fjölmiðlunum og það var og ég var fekk svona ákúrur einhverjar á samfélagsmiðlum yfir því sem ég sagði þarna í einhverju viðtalinu en málið er það að sveitarstjórnarkosningar það er engin áhugi fyrir þeim í fjölmiðlum, engin. Ég var svolítið sammála því sem þú skrifaðir. Já. Það er það er nefnilega, sjáðu til við tökum RÚV sem er án að vera svona skildurækið við lýðræðið í landinu að samtals fengu framboðin í Hafnarfirði til kynningar 8 mínútur á bara no way more það var bara 8 mínútur sem við fengum, þar sem vorum 10 saman í einum sal og hver fekk að tala eitthvað 1 mínúti í senn og eða hvað það var ekki sendt út í sjónvarpinu heldur sendt út á vefnum og það sem ég kalla og við kallum í bransanum að snýta málum en svo finnst mér svo skrítið og ég hef nefnt þetta við félaga mínir sem að ég þekki mjög vel og eru vinir mínir á RÚV tökum sem dæmi Akureyri það eru 18 manns eða hvað það er sem búa þarna ég veit ekki 20.000 eða eitthvað og þeir eru með fréttastofu á staðnum og ég er alveg samferður um það koma fleiri fréttir skipulagsmál frá Akureyri heldur en og meir upplýsingar skipulagsmál á Akureyri til landsmanna heldur en bæjarfulltrúar jafnvel í sveitafélagunum hinum hafa hugmynd vegna þess að það auðvitað eiga fréttamennir í Reykjavík ég hef ekki orðað þetta þeim er glúðuslegra núna en þeir eiga þetta sinna líka Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi og Seltjarnarnesi og hvað þetta náttúrulega heitir svo fyrir norðan þá eru sífellt að koma fréttir að bæjamálum með sem ketti ekki það var athyglisvert mál að setja ketti í band en það koma mjög fáar fréttir af bæjarstjórnarmálum frá sveitafélagunum í kringum Reykjavík en það er alveg nóg að þeim í Reykjavík það er endalaust að fréttið viðtal við alla þessa sem að þar eru og sumir myndir segja að kannski er það sjálfum sveitafélagsstjórnarfullur honum að kenna þeir eru bara ekki nóg duglegir ef ekki athygli á sér en það er nú bara ekki bara þannig það er ekki áhugi fyrir þessu það er bara lítill áhugi og það finnst mér vera umhugsunarefni að því þetta er partur af lýðræðinu og svo en náttúrulega kemur þessi spurning sem er svona blasir við með RÚV að þeir verða að setja svona mikið almannafé í þá og þá náttúrulega verður einhvern veginn að rökstyðja það með því að RÚV gegn einhverju ef að RÚV hegðar sér bara alveg eins og einkamiðlar þá er í raun og veru engin rök fyrir því að það eigi að vera að dæla í það almannafé þannig að í raun og veru rökin fyrir því að það sé verið að setja almannafé í RÚV er að þar með getur RÚV verið að gera eitthvað sem hinir miðlarnir geta ekki alveg hárið og ég veit ekki, ég er aldrei þar að mér finnst bara RÚV eigi ekkert að vera að keppa í einhverju afþreyingu og einhverju svona dóti
vegna þess að við erum bara sko, ekki bara erum við komið með Sjónvar Símans og Vodafone og öll þessi podcast og allt þetta, heldur erum við líka með sko allar þessar veitur utan úr heimi sem eru með bíómyndir og allt þetta. Jú, þannig að þetta allt annað landslag. En þú veist, það er kannski, það er einhvern veginn kannski inngróið í RÚV að vera svolítið að keppa áhorf. Já. Og ef það er einhver svona, einhver þurr sveitastjórnarmál kannski fá ekki mesta áhorf þá en er þetta ekki hlutverk hér? Sko? Já, það er akkurat það sem ég eiginlega, það er pointið í þessu sem ég var að segja, sko. Og svo er svo merkilegt líka. Tökum bara þetta dæmi, áhugin á sveitastjórnarmálum í Hafnarfirði með þessi 8 mínútur á hvern flokk. Og svo er fólk alveg hissa að ný framboð hafi ekki, menn veit ekki fyrir hvað þið standa og bla bla bla. Svo þegar að fyrir liggja niðurstöðukosningarna og þær fara svo þær fara, þá er fyrsta fréttin á RÚV daginn eftir, hún er svo að það verið svo lítil kjörsókn. Men það var engin stemming sköpuð fyrir því að yrði einhver kjörsókn. Til þess að þessi kjörsókn þá fólk til dæmis að vita að það sé kosningar og það er bara margir, sko, það fyrir bara fram hjá sumum og það er engin stemming búin til þegar þú segir aldrei neitt frá því. En auðvitað sitt sýnist hverju í þessu. En svissaður flokk? Já, ég gerði það nú, já. Ertu ennþá í Miðflokknum? Nei, þú svissaður ekki verið í Samfylkingu? Jú, ég söðlaði og fór yfir í Samfylkinguna en það kemur til af, sko, í fyrsta lagi er ég einn af þeim sem er mjög hrifinn af Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir það sem hann gerði sem forsætisráðherra í þeirri ríkisstjórn sem hann og Bjarni Ben voru þegar þeir farið þessa skuldaleiðréttingu á heimilana og þessa vogunarsjóði eða hrægammasjóði eins og þeir voru og náðu af þeim mörg 100 milljörðum og með skattlagningu og meira sér var sagt að það væri ekki hægt og þeir voru svona talaði niður alveg stöðut og Sigmundur. Ég er mjög hrifinn af stjórnmálamennum sem taka af skarið og gera eitthvað. Ekki þetta blaður eins og er í forsætisráðherra núna, þú veist aldrei hvað hann er að segja. Það kemur aldrei neitt út úr því. En það sem gerist hins vegar það er það að ég verð fyrir lífsreynslu 19. desember í fyrra 2021 og sem að er lífsreynsla sem að stendur enn þegar að strákurinn minn veikist og lífsættulega og ég stendur erlendis þegar þetta gerist en þá fer maður svona aðeins að hugsa málin aðeins upp á öðru sjónarhorni og hvað á ég við með því? Jú, ég á við með því að þessi auðvaldssöfnun á örfára manna hendur og það er ekkert gert í því. Það er bara hort upp á það gerast og þeir sem eiga lítið eiga alltaf minna og minna en þeir sem eiga mikið þeir eiga alltaf meira og meira. Og nú er það, það allt í einu, er ég bara að sjá að þetta er ekki það sem ég vil horfa upp á, Við þurfum meira jöfnuð í þetta samfélag og þegar að ég lagðist yfir þetta og bara með gaggrínum hætti, ég gaggrín alveg Samfylkingunni eins og Miðflokkinn og eins og allara flokka. Ég meina, einhvern veginn í eldgamla dag var ég í Sjálfstæðisflokknum en svona getur maður þroskast maður og breytist maður og eða lendir í einhverju og þannig verður Samfylkingin bara þannig að þetta er svona vinstra megin við miðjuna og svona mannleg gildi eru svona fyrirferðameiri í stefnuskráni heldur en hjá hinum en með því er ég ekki að segja hinu séu ómögulegir, alls ekki en þau eru bara ekki að höfða til mín og þess vegna tók ég þess ákvörðun að sem sagt, bara segja skilið við hægrið eins og ég kallaði það og ég hef aldrei verið vinstri maður á ævinni fyrir núna og það er bara vegna að ég sé að það sem skiptir máli eru auðvitað alltaf bara það er umhverfið í kringum þig og fjölskyldaðinn og þegar á móti blæs þá þarf það að hafa samtryggingakerfi sem virkar og það er þetta norræna módel sem við erum svona jaðrinum að vera inn á og þá það er þessar hugsanir sem fór í gang Ég alltaf öðru í svo sveitastjórnastíginu en í svona í
þjóðmálunum og fyrir alþingiskostningar og svona, þá finnst mér sko að vera að tala fyrir mig, að ég segi svona svolítið eins og þú, að ég gagnrýni nú alla flokkana og þá finnst mér kannski svolítið aðalatrið vera því þú sagðir á þannig hrifin af stjórnmálamönnum sem gera eitthvað. Ég mjög hrifin af stjórnmálamönnum þar sem ég veit nákvæmlega hvar þú stendur. Ef ég alveg hróplega ósammálaðir, þá ég ánægður með þig, af því þá veit ég hvar ég hef þig. Ég skilur, já. Þannig að það er svona ángra mig kannski, af því ég í grunninn svona, var alltaf svona, frekar vinstri sinnaður svona, að það að Kári Stefánsson orðaði ágætlega hérna á mér í viðtalið, hann sagði sko hann sagði ég bullandi sósíalisti en það erfitt að vera sósíalisti á Íslandi vegna þess að vinstri flokkarnir eiga að vera að hugsa þá sem minna mega sín. En núna eru þeir fyrst og fremst að hugsa þá sem segjast vera að hugsa þá sem minna mega sín. Með öðrum orðum þetta sem kannski kalla svolítið dyggðarskreitingar sko. Að það er svona aðalatriðið að passa að vera einhvern veginn réttu megin við línuna í staðin fyrir að þú sért með einhver prinsip sko. Já, ég alveg gjörsamlega sammálaður. Við erum sko, ég get sagt þér bara sögu, ég ætla ekki að nefna eina en það eru fleiri en 2 og fleiri en 3 þingmenn í stjórn sem tilheyra stjórninni sem ég þekki vel og ég einlægni segja þetta er það aðleiðanlegasta sem þeir gera að það er að ýta takkan á já. Það eru 11 mann sem stjórnar landinu, það eru ríkisstjórnin, svo koma þeir í salinn og ef þeir eru eitthvað óþekkir, þá eru þeir settir út af sakramentinu eða að minnsta kosti er ekki eins vinsælir innan síns flokks. Og þannig að það sumir sem segja sko það er að leiðilegasta svo lendir í er að vera í stjórn í alþingiskosningum sko. Að því að þú hefur svo lítið frelsi til þess að láta gamminn geisa sko, en það er miklu auðveldar að þú ert í stjórnarandstöðu. En á hinbógin sko við erum með allt og mikið af mönnum sem að ég skil ekki alveg sko, þú veist, það sem þeir segja, það er svo óljóst eitthvað og loðið og teygjanlegt. Eins og Jónatan Þormundsson, lagaprófessor, sagði hvað klám væri, það væri bæði loðið og teygjanlegt. En það er kannski, þetta er eitthvað, ég er ekki að segja líka því saman, ég er á þessum stað líka, sko, við verðum að vera með stjórnmálumenn sem að skilja hvernig hlutirnir virka og framkvæma það sem þeir segja. Og ég er mjög hrifinn af Kristrúnu Frostadóttur sem er nú í framboði fyrir formann Samfylkingarinnar. Fyrst og fremst vegna þess að mér finnst hún alveg ofboðslega skelleg. Hún kemur mjög vel fyrir. Já. Og hún virkar eins og hún sé mjög vel gefin. Virkar mjög vel gefin, kemur mjög vel fyrir. Ég dæmi ekki fólk fyrir en ég sé það svona Nei, svo er alveg ég ætla að dæma hana verkum hennar, af því það eina sem ég myndi kannski hugsa er, hún er með bakgrunn úr fjármálakerfinu, þú veist, ég ofta að sjá hversu vel skilur hún fólk sem er fátækt eða allt það skilur. Og það er bara aftur, það kemur bara í ljós. Það kemur bara í ljós. Ég held eins og sko að það er ekki að finna, sko það er jafnvel að finna góða að hafa skilning og einsýn getur verið, hvernig peninga sko tannhjólin virka. Absolutt, sammála því. Og þannig hún er mjög frambærileg enda þótt hún sé. Ég held að ef ég væri, þú veist, bara ef ég væri bara svona hlutlaus og horfa á Samfylkinguna, að þá held ég að þetta sé mjög gott skref fyrir Samfylkinguna að fá hana sem formann. Ég held það. Það er búið að vera svolítið svona, ég veit ekki hvað maður á að segja, svona svolítið látið yfir þessum flokki, sko. Já, það er búið að vera svolítið og er búin að lenda oft í svona smá sjokki. Eiginlega sko frá því Ingibjörg Sólrún náttúrulega mjög öflug á sínum tíma. Það sem ég sá alltaf sem vandamál Árna Páls og ég sagði það meira sér við hann, sko, þú verður að velja, sko. Þú getur ekki verið kommunist í jakkafötum. Þú verður að velja, ætlar að sko tala til alþýðunar eða ert að tala til þeirra sem eiga mikinn pening og skilur þú, getur ekki einn daginn verið þar og næsta dag verið eins og sitt vinur fótt aftur. Ég verð að vita fyrir hvað stendur, sko. Já, þetta er alveg rétt og þá getum við líka alveg velt í bara aðeins fyrir okkur á að vera fræðilega hægt að flokkur sem hefur hugmyndafræðina lengst til vinstri og annar flokkur sem hefur hugmyndafræði lengst til hægri að það geti verið samband þarna á milli að stýra landinu.